Verið velkomin að Rauðaborðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur á fjarskiptalínuna. Það Auður Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, rannsóknarlektor og forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. Þú ert stödd þarna við Mývatn, það ekki, Auður? Þú ert á línunni? Jú, hæ. Ég hérna í Gíg á Skútustöðum í Mývatnssveit. Það sem ég með vinnuðastöðum. Já, ég ræddi við þig ykkur tíman í vetur og þá við líka forstöðukonur Huldu. Það alveg bara allt svo mikið að gerast þarna í náttúruhugvísindum fyrir norðan. Og mér langaði til að ég eiginlega baði að koma örstutt svona fréttarritari Norðurlandsins til þess að eiginlega segja okkur frá, það var svo spennandi ráðstefna sá ég á Akureyri þar sem var hvað var ekki eitthvað tengsl álfa og huldufólks við náttúruvernd og svo var annað og svo var bók og sýning sem að þú stóðst að sem heitir hvað skapandi svörun eða viðnámi. Hvernig getur þú sagt okkur frá þessu svona tvennu verkefnum? Já, ég get kannski byrjað á ráðstefnunni sem var á Akureyri. Hún var mánaðamótin maí-júní og var óbúslega skemmtilegt framtak. Þetta hún Bryndís Fjóla Pétursdóttir sem hefur verið, sem svona stóð fyrir þessu og hún var með einhverja svipaða ráðstefnu í fyrra. Þar sem verið að tala svona álfa og huldufólk og svona ósýnilegan menningararf. Og það var svona á íslensku og kannski meira á almennu nótum og mjög vel sótt var haldið í Hofi. Þannig að núna vildi hún svona aðeins taka fræðilega vinkilinn í þetta líka. Þannig að við fórum í svona smá samstarf við hana. Setri mitt, þess að rannsóknarsetur Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit og Hulda, náttúruhugvísindasetur og Sigurlína hjá Huldu, hún svona fór meira út í með henni að skipuleggja ráðstefnuna. Ég var svona aðeins með því að finna þá fólk úr fræðaheiminum, einhver akademikra sem hefði áhuga á að taka þátt og þessi ráðstefna fór fram á ensku, þannig að þetta var sett svona í alþjóðlegt samhengi, fræðilegt samhengi og tókst bara ótrúlega vel. Það var haldið í Hofi og var bara gífurlega skemmtilegt því að þarna kom fólk bæði úr fræðunum. Ég sem stóð bókmenntafræðinni, svo var Óli Martin Sandberg sem kemur úr heimspekinni, heimspekingur, hefur verið mjög mikið að fjalla náttúru, siðfræði og annað. Síðan var þarna tékkneskur doktorsnemi sem að skrifa svona sögur þar sem að mætast ólík svona þekkingarkerfi. Þannig að hann svona svolítið að benda á það að við þurfum að horfa út fyrir ekki bara að hugsa að vísindaleg hugsun það eina sem dugar. Heldur verðum að bera virðingu fyrir annars konar hugsun, til dæmis þessari gömlu hugsun sem birtist í þjóðsögum og ævintýrum og öðru að þetta líka þekkingarkerfi sem ber einhverja ákveðna visku með sér. Og það voru þarna síðan líka Darja Testo sem kemur frá Mongóliu og hún var að tala hvernig í hennar menningu sambandið við náttúruna og mjög áhugavert erindi hjá henni líka. Og svo var Galadriel Romero sem var með doktorsverkefni þar sem hún svona velta fyrir sér stað og hún plantaði þessi doktorsverkefni hennar fólst í því að planta fræi í grasagarðinu á Akureyri og einhvers konar samstarfi við þá huldufólki þar að því að hún Bryndís Fjóla hún hefur verið að kortleggja svona álfa og huldufólk staði. Þannig hún hefur búið til kort þar sem maður getur fyllt álfaslóðum og meðal annars í grasagarðinum á Akureyri. Þar hún búin að merkja inn á kort hvar maður getur hvar huldufólk eða aðrar náttúruvættir og sem eru til í að láta vita af sér og við fórum meðal annars í grasagarðinn og það var gengið þar og þannig að þetta var bara ábúðslega vel heppnað. Svo voru líka Inga-Lísa Middleton sem kvikmyndagerðarmaður, listamaður og var svona að tala hvernig hún hefur verið að vinna með náttúruna og einmitt þessa álfa trú
og síðan erlendur rithöfundur Nancy Marie Brown sem skrifa bókarna Looking for the Hidden Folk, þannig hún hefur komið til Íslands í 20 ára og einhvern veginn dreigist inn í þetta að fara að leita uppi álfaslóðir, þannig að það komið svo margir vinklar inn og saman en einhvern veginn tala þetta allt svo vel saman, þannig að við grætum held í öll svo mikið á þessu og kannski ekki síst við fræðifólkið að einhvern veginn ná þessu samtali og það var svo mikil svona virðing einhvern veginn á þessu ráðstöfnu bæði fyrir bara öðrum sjónarmiðum en líka bara svona þetta var kannski stefið í gegnum öll erindin að bera virðingu fyrir bæði þessum menningararfi okkar sem eru þjóðsögurnar og þessi sögur af álfum og huldufólki en líka bara fyrir náttúrunni og hvernig þessar vættir eru að einhverju leyti svona bera merkjum það hvernig við umgöngumst náttúruna og það sem er í kringum okkur. Þannig að raunverulega einmitt afstaða fólks til náttúrunar eða afstaða fólks til þess sem er óþekkt eða svoleiðis, hvað það eru þekkingakerfi svona, að það er það sem að við eða þið teljið að við þurfum að læra af núna sem sagt er það sem við þurfum að læra því að því að manni finnst sko þegar maður hugsa með sér að þú þarna í sko þekkingarsetri og hugvísindir hafa svolítið þurft að berjast fyrir því að vera tekin alvarlega gagnvart hinum svona hörðu vísindum og manni finnst svona í fljótu bragði eins og þetta sé bara eins og skjóta sig í fótinn að fara að ganga grasagarð og leita huldufólki, þetta sé verið að gera einhvern veginn þá þessi mjúku vísindi ennþá mýkri og áreiðanlegri einhvern veginn að það sé bara verið að fara inn í gamla hjátrú og eitthvað sem að fólk svolítið svona hrætt við og viðkvæmt fyrir en þið hafa verið alveg óhrætt við að fara inn í þetta samhengi. Og í rauninni, sko, það náttúrulega kannski, sko, Úli Martin heimspekingurinn, hann kannski kom mest inn svona með og sagði, sko, byrjaði bara bókstaflega að segja, sko, ég ætti kannski ekki að vera hér og þannig að ég var að hugsa hvort að vera, sko, bæði það að bókmenntafræðin sem ég náttúrulega vinn með, þá maður náttúrulega alltaf að vinna með sögur alls konar fablasjónir og eitthvað óraunverulegt eða eitthvað sem þú veist, virkar ótrúlegt og þannig að ég náttúrulega bara algjörlega vön að sökka mér inn í það og það svo sem bara finnst þetta alveg ótrúlega áhugavert. Þannig ég held að bókmenntafræðin hafi það kannski svolítið sem sinn styrkleika og örugglega listfræðin þá líka einhverju leyti en svona fyrir heimspekingin þá var þetta kannski aðeins meira en aðeins meira skref og líka kannski hugsaði að því að hann kemur kannski þó hann hafi búið á Íslandi mjög lengi þá kemur hann samt frá Danmörku og það kannski líka að þetta með Íslendingar eru einhvern veginn opnari fyrir þessu ímynda í mér finnst þetta kannski bara svona skemmtilegt krydd í tilveruna og það sem að Bryndís fyrir að tala líka tilveran verður bara svona miklu skemmtilegri ef maður opnar aðeins á þetta og þannig að þú veist það var kannski ekkert svona stórt skref fyrir mig persónulega sem fræðimann að bara dempa sig svolítið út í þetta og ég veit að Úli Martin svona mjög mikið að kanna sko viðhorf okkar og samband við náttúruna og svolítið forvitin þennan þátt í íslensku samfélagi hvort þetta geti verið einhvers konar hugmyndafræði þarna baki sem að geti hjálpað okkur að nálgast náttúruna af meiri virðingu. Þannig að bara skoða þetta svolítið á hlutlausari háttjafnvel að hvað þessar sögur hafa að bera og þessir hugmyndir okkar álf og huldufólk. En er það svoleiðis kannski að sköpunarkrafturinn að því að þú tala líka hitt verkefnið sem ég baði að segja okkur frá sem er skapandi svörun eða svoleiðis hefur þú trú á því að sko einmitt þessi listræna sýn eða þessi sýn raunverulega alþýðlega sýn til þjóðsagna og til umhverfisins og sem síðan má kannski geymist innan listana og þannig innan skrifta og er þetta eitthvað sem við virkilega þurfum á að halda í dag, finnst þér? Svona á okkar erfiðu aðstæðum? Þannig að þetta geti alveg hjálpað okkur
mikið og þetta sé oft mjög mikilvægt. Þú sér það hvernig þetta tengist oft ákveðnum stöðum. Þú veist, það var talað svolítið það, svona álagablettir, einhverjir staðir það sem huldufólk, sem að maður gengur að meiri virðingu og Bryndís Fjóla tala það þegar hún búin að skrá niður á kort hvar huldufólk þá kannski fer fólk að ganga hljóðlegar það fer að bera meiri virðingu fyrir staðnum, þannig að ég held að þetta sé bara einmitt mjög rótgróið í okkur af þessu leyti. Það ákveðnir staðir sem að einhvers svona næstu því heilagir okkar augum og það svona kannski misjafnt af hverju, en ég held að þetta sé bara, getur verið hluti af svona þessu tilfinningalega og djúpa sambandi við náttúruna sem skapast við ákveðna staði og líka svona virðing einmitt, og það líka bara þetta að geta virt sjónarhorn annarra. Það mjög mikilvægt líka í fræðunum að setja sig ekki of háan hest kannski, og það mjög mikilvægt núna akkurat að geta teygt sig yfir til annara og unnið saman, og þetta náttúrulega það sem að ég hef verið að gera meira og meira og fólk að gera meira og meira í fræðunum, og það náttúrulega svo ofboðslega gefandi eins og þessu verkefni þarna sem að þú talar sem heitir á ensku Creative Responses. Það var þess að greinasafn sem bar það heiti, sem að kom út 2023, sem að við höfum þýtt það núna sem viðbragð, þetta verkefni, og þetta hefur svona þróast svolítið þetta verkefni yfir að vera samvinna fræðimanna og listamanna. Þannig að greinasafnið sem kom út voru með fræðigreinum eftir norræna svona fræðinga sem að voru að fjalla bókmenntir og listir út frá vistfræði, vistrýnar, og þar eru líka listamenn. Það var Angela Rawlings listamenn sem skrifaði þar, kallaði þetta essay og ljóð í rauninni, sem svona fræðiljóð, og síðan var líka myndir, og þannig að þetta var svona svolítið samvinna listamanna og fræðimanna í því greinasafni, og við fengum einmitt fyrirspurn frá forlaginu, akademíska forlaginu úti, hvað þetta og af hverju það í bókinni og þá þurftum við að rökstyðja það, en þetta náttúrulega gerir allt miklu skemmtilegra og meira svona frjórra þegar maður fer út í samvinnu við til dæmis listamenn. Og upp úr þessu spratt síðan listsýning, þannig að við erum búin að vera með myndlistasýningu í Danmörku í galleri sem heitir Spekta, og hún í gangi núna, hún opnaði í maí og verður opin til 20. júní í Kaupmannahöfn, og þar eru 13 listamenn og sumir af þeim voru í bókinni, þessu greinasafni. Öðrum bættum við að því okkur fannst þið passa við þetta þema, og það eru svona ákveðin umhverfis eða vistfræðileg þemu sem eru megin þemu sýningarna. Það eins og samtengingar og einmitt virðing og umhyggja. Það var kannski það tvennt sem svona bættist við í myndlistsýningun sem fannst svona áhugavert, að flest verkin hverfast á einhvern hátt það að bera virðingu fyrir bæði öðrum manneskjum, öðrum verum, umhverfinu, bara efninu kringum okkur. Þú veist, að fólk endurvinna plast í listaverkum, að bera virðingu fyrir bara efniviðnum sem við erum að nota og svo framvegis. Og líka þessi umhyggja, það var svona svolítið móðurlegt þema í sýningunni sem var skemmtilegt. Og þessi sýning kemur síðan til Akureyrar í lok nóvember, þannig að við höldum áfram með þetta samspil listamanna og fræðimanna, og við heldum málþing, þá vorum við bæði með listamenn og fræðimenn, og ég held að þetta bara skiptir svo miklu máli. Fræðimenn eru þetta alltaf að einhverju leyti að reyna að vera skapandi í sínu nálgun, gera eitthvað nýtt og áhugavert og spennandi, annars myndum við ekki nenna þessu, og þetta, þessi samvinna við listamenn bara getur verið ótrúlega gefandi. En núna einmitt var ég að spjalla einmitt hvernig í hagfræðinni jafnvel geta gleymst bara ýmsir viðmiðunar þættir eins og velsæld og þannig þegar við hugsa hagvöxt sem þá slitnar einhvern veginn úr sambandi við velsældina og þannig, og þannig heyrist mér svolítið eins og þú ert að segja að listin og kannski bara þessar sögur, þú veist, að hvernig við segjum sögurnar og hvernig við tengjumst, og sögurnar af því hvernig við tengjumst
hvert öðru og náttúrun og svo leiðis, að það þá einhvern veginn að koma eins og til að hjálpa fræðunum að tengja sig, kannski eru fræðin einhverju leiti svona orðin aftengd, einhverju að því við þurfum svo mikið á einhverju núna heildarsýn haldar það ekki og svona og átt okkur á því hvernig við sjáum hlutina líka já, nú þetta margar spurningar einnig fyrir ekki, en ég fór líka að hugsa sko, þegar þú varst að tala sko, upplýsingaóreiðuna og raunverulega allar sögurnar sem fáum bara með fréttum og á samfélagsmiðlum sko, að þarna er kannski listafólk og bókmennta fólk að hjálpa okkur eins og að minna okkur á hvernig sögur eru búnar til eða hvað Já, að einhverju leiti einmitt, og þetta þessi ferli sko, það líka hluti af þessu þetta sköpunarferli að vera ekki fastur í því að líka þurfa alltaf að framleiða einhverjar afurðir sem við náttúrulega fræðimennir lendum svolítið í akademiska kerfinu, þú þarft að fá þína punkta og framleiða og vera með einhverjar afurðir og niðurstöður og eitthvað, en það líka svo mikilvægt bara þetta ferli og átta sig á því að þetta líka stanslaust ferli, þú ert aldrei komin með niðurstöðuna, þú verður alltaf að halda áfram og það náttúrulega eitthvað það sem að listamennirnir geta svolítið kennt okkur og líka með samvinnuna í staðin fyrir samkeppni innan fræðana held ég að það sé alveg gífurlega mikilvægt og það finnst mér að breyst mjög mikið undanfarin ár bara að fólk mjög til í það að vinna saman og mjög gjöfult á svona sína þekkingu og annað sem skiptir mjög miklu máli og þar hafa listamennirnir sko verið mjög framarlega í að þeir hafa gert þetta svo lengi og það, þú veist, þeir kunna þetta mjög vel þannig að það, þú veist, mér finnst ég geta lært svo mikið af því hvernig þeir vinna og hugsa og þannig að það held ég að sé svona já, einmitt, eitt af því sem við getum og svo myndistu einmitt á þetta með til dæmis tilfinningarnar það var líka einmitt, þegar við fórum út í þetta greinasafn sem við skrifuðum þar sem við vorum allar vistrínan að skrifa bókmenntir og listir þar sem tekist á við umhverfisógnir að það kom mér á óvart sem sko ritstjóri að næstu í alla greinarnar komu eitthvað inn á tilfinningarnar hvernig líður okkur og eru við örvæntingafull einhver von, þú veist þannig að það komið svolítið óvart hversu sterkt þema það var innan fræðana líka þannig að það er svona eitt af því sem við þurfum bara svolítið að takast á við líka því að þetta er það sem blasir við ef þú ert að fást við bókmenntir og listir þá er þetta sem blasir við og þú verður náttúrulega að takast á við það líka Þannig að líka, já, þannig að bæði í fræðunum en líka ekki kannski síst í bókmyndum og listum en líka ekki síst í fræðunum þá er eiginlega ekki alveg í boði núna að vera bara að hugsa sína punta og hugsa einhverja hagtölur í háskóla samhenginu ef að dettur úr tengslum við einmitt okkar stöðu og okkar líðan í dag svona þannig að þú þarna fyrir norðan ert svona endur tengja þarna eitthvað ekki svona búa til eitthvað samhengi Það er einmitt. Ég held að að einhverju leiti hefur náttúrulega þróunin í háskólanum kannski verið þannig bara þú veist að því að við fórum inn í þessa kannski ákveðna samkeppni við erlenda háskóla, vildum vera í topp háskólanum og annað þá þarf þetta uppfylla ákveðna kröfur þannig að þú ferð inn í ákveðna svona maskínu þar sem þú þarft að vera í einhverju formati sem að en að vissuleiti held ég samt líka að á Íslandi stöndum við frekar vel að því það er einhver líka sterk hefð hjá okkur fyrir því að háskólinn sé svolítið alþýðlegur og að hver sem geti rauninu komið inn og fólk fylgist vel með því sem að gerast í rannsóknum það er kynnt mjög vel fólk í háskólum duglegt við að kynna þetta á svona almannavettvangi þannig að ég held að við höfum alveg svona mjög marga styrkleika hvað það varðar og þannig að það er bara einmitt eitthvað sem að ég held að fólk sé kannski ennþá meira að gera núna þessi samvinna þá og reyna að brjóta múran á milli faga, deilda og svona reyna að teygja sig lengra En þú nefndir að það hefði verið þarna frá Mongóliu eða þessi ráðstefnu varandi álfa og huldufólk það hefði verið líka þessi áherslu á staðina sjálfa að tengja stöðunum finnst þér skipta máli að
þú sért að stunda þína rannsókn og sért þarna að brjóta múrana, þú ert að milli hugvísta, náttúruvísta, bókmenntafræða og svo listana og náttúrunar, að þú sért út á landi sko, að þú sért einhvern veginn við Mývatn eða þannig, skiptir það máli? Það skiptir einhverju máli, það er svona auka tækifæri. Ég náttúrulega kem hingað frá Reykjavík sko, þannig að þetta er svona, þú veist, þannig ég þarf að setja mig inn í nýtt umhverfi og læra, þannig að en það gefur mér svona ákveð tækifæri að vera á stað þar sem að náttúran er svona mikilvæg og samband manns og náttúra einmitt er svona mikilvægt og og er alltaf einhvern veginn í brennidepli. Það gefur mér náttúrulega svo miklu meiri tækifæri til að, þú veist, bara þróa mín fræði, mínar rannsóknir og hugmyndir. Þannig að ég myndi kannski aðalega segja og það er bara að gefa líka svo miklu tækifæri líka að tengja fræðin sem ég er að vinna í við þetta ákveðna svæði. Þannig að upp úr því sprettur svo margt nýtt líka. Og það er náttúrulega það sem ég hef verið að gera markvisst. En sko núna eftir að hafa verið séð kortlagningu huldufólksbyggð og svoleiðis, finnst þér þú hafa svona lappar þú öðruvísi til vinnu á morgnana, ertu svona meðvitað mögulega að þetta sé ekki bara í bókmenntunum sem þú hefur að rannsaka, heldur þetta sé beinlínis í þínu umhverfi? Já, það er náttúrulega, þú veist, náttúrulega fyrst eftir einmitt að maður er á svona ráðstefnu þar sem er búið að vera að tala um það í 2 daga, þá fer maður einmitt að horfa í kringu sig og hugsa, já, ég meina, hvað ætli manneskja sem að sér huldufólk, hvað ætli hún sjá hérna í kringum sig og ætli það sé bara múr og margmenni hér á þessum stað, þú veist, þetta hugsa maður þannig, en ég veit ekki hvort að, þú veist, breytið þannig, en jú, ég held að þetta er allavega svona einhver áhugavert bara að fá að vita fræðast þetta, hvað það er og hvernig þau sjá heiminn, hvort sem það síðan hefur langtíma áhrif ekki, það er bara eitthvað sem er að koma í ljós. En er það ekki líka, er ekki hægt að hugsa það líka sem svona eins og tákmynd fyrir bara huldufólk, bara fólk sem að Jú, það er náttúrulega það sem er sko og engin sér eða náttúrun, einmitt eins og þú segir, líka bara náttúrun sjálfa sem að við gleymum einhvern veginn hennar tilvist svolítið. Jú, og margir sem hafa verið að stúdera þjóðsögur og ævintýr eru náttúrulega túlka þetta sem einhvers konar einmitt tákmyndir fyrir það hvernig við umgangumst náttúruna og okkar samband við náttúruna og það er náttúrulega bókmenntafræðinni er það náttúrulega bara mjög freistandi að gera það bara en svo verður maður kannski líka að passa sig á að smætti ekki allt bara niður í manns eigin fræðasvið og þetta sé bara tákn fyrir náttúruna því þetta er eitthvað meira en það líka. Þetta er tengist einhverju sem að trúa á eitthvað meira, trúa á eitthvað annað, trúa það svona gera sig grein fyrir því að heimurinn er ekki bara það sem við sjáum og skiljum og alls konar svona hlutir sem koma líka inn í þannig að ég sko þó að ég geri þetta að einhverju leiti að ég lesi sögur til dæmis samtíma sögur þar sem er verið að nota tröll og huldufólk og aðrar verur úr þjóðsögunum og ég þá að túlka þetta sem einhvers konar tákmyndir það hvernig við umgöngumst náttúruna. Þá vil ég samt sko fara pínlítið varlega að smætta það bara algjörlega þegar þetta er bara þetta. Því fyrir öðru fólki þá er það eitthvað annað og meira en það. Mér finnst það það er hljóma mjög spennandi að því að hitt er nú bara nógu róttækt að tala um þetta sem tákmyndir og flott og spennandi en það er eiginlega mjög spennandi að þú skildir einhvern veginn þóra að fara þá yfir í mitt og tala við fólk sem að sér og trúir sko á huldufólk í alvörunni sko. Já, því að þú veist þessar sögur, þær eru huldufólk. Ég meina fólki sem er að segja sögurnar er ekki líklega ekki að segja hér er ég táknsaga samband mitt við náttúruna. Þannig að þú verður líka, þú veist, það er þessi viti í sögunum líka. Þannig en svo er það náttúrulega ritað niður og endurritaðar og endursagðar endalaust og ég held að það sé mjög áhugavert hvernig við líka endursegjum þar í hvers skipti þá endurspeglar það einhverju leyti samband okkur við náttúruna og umhverfið og aðra. Þannig að hvernig við erum að segja sögurnar skiptir máli.
Auður Aðalsteinsdóttir, ég var að segja þetta gott núna að því að við erum á Zoomið, ég veit að það er mjög margar aðrar rannsóknir sem að þú stundar þarna fyrir norðan sem að væri mjög gaman ef þú myndir segja okkur frá við tækifæri, kannski ef þú kemur í bæinn og kemur hérna inn í stúdíóið þar sem við getum horft augliti til auglitis en það er gott samband samt sko, þetta er kannski svona álíka samband gegnum tæknibúnaðin eins og bara við huldum fólk fyrir þá sem að ná sambandi sko. Einmitt kannski. Takk kærlega fyrir spjallið og góðar kveðjur norður. Já, takk sömuleiðis. Og við kveðjum þá Auði Aðalsteinsdóttur bókmennafræðing og fræðihöfund, rannsóknarlektor og forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. Og hún sagði okkur frá nýjum rannsóknum og stórkostlega spennandi ráðstefnu sem er nýliðin og frá verkefni sem heldur áfram. Við minnum þá á sýninguna sem við fengjum mjög góða dóma í Danmörku og sem kemur síðan til Listasafns Akureyrar. En við segjum þetta gott í náttúru og lista og huldufólkspælingum hérna við Rauðaborðið í dag. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa með huldugaldri þessari samræði yfir til ykkar. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is